Góðan daginn, Kristinn. Daginn. Hvað segirðu gott? Bara allt fínt. Já, við erum nú stödd inn í Madeira. Já. Hvernig líka þér að vera hérna á þessu eyju? Þetta er mjög fínt. Já. Þetta er gott veður og mjög fínir aðstæður, keppnisaðstæður. Já, 28 gráður í dag. Fannst þér ekki svo heitt? Það var, en maður fórum inn í búningsklefana. Það var sem heitast og náðu góður í hvíld. Þannig mistum við af mesta hitanum. Ok, en hvernig gekk við þá annars í dag? Segðu mér frá hvernig greinarnir voru og svona. Þetta er náttúrulega fyrsta stórmótið mitt og það fór svona hægt á stað. 100 var ekki nógu gott, 20 sekúndubótið frá mínu besta og langstökkið var mjög flatt, ekkert uppstökk. En svo heyrði ég upp með buxurnar og kastaði lengra í kúlu, bætti mig svo, hoppaði við sjálfa mig í hálstökki og hljóp svo karlmannlegt 400. Já. Bætti mig almennilega. Og þar keppti ég á móti gamalli keppu frá Noregi. Hans Ólaf heitir hann. Hann keppti á móti pabba mín. Hvenær? Fyrir 9 árum síðan. Já. Og ég vann hann í 400. Já, það var ekki góð tilfinning. Jú, það var mjög gaman. Hann náttúrulega negldi á stað og ég ætlaði bara að elta hann. Svo tók ég fram á honum á síðustu metrunum. Það var rúlega vel. Þannig að pabbinn sé ekki stoppið á því? Jú, ég vona það. Já. Og hvað fannst honum ekki líka svolítið merkilegt að þú búið að segja hann frá því þessum sonur Jónanna? Jú, honum fannst það mjög fyndið að keppa móti pappa og svo móti sinn hans. Já, ekki. Pappi er náttúrulega aðeins betri, ja. Ég gæti eitt honum samkeppni í 400 og hástökjum. Þú ert líka ennþá ungur. Já. Við ætlum að byrja bara. 14 ára yngri en hann. Já. Hann er 31 og ég er 17. Já, nákvæmlega. Herri, ertu ekki spenntur bara fyrir morgundeginum? Jú, mjög spenntur. Maður er búinn að byrja að keppa og kominn í gírinn. Já. Þekkir andstæðingana og stressið farið. 400 búið líka. Það er versta greinin. Já. Gott að losna við það. Ok, glæsilegt. Við gangi á ógeðslega vel á morgun. Takk fyrir það.